síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg þrumum að. Upp í stúku allir stappa, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, já handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag. Upp á pöllum öll svo öskrum við, allir gera hart og skart. Rómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg þrumum að. Upp í stúku allir stappa, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa. Þorkell Bjarki Davíðsson, nr. 9 Matthías Daðarsson, nr. 10 Sigurður Þorsteinsson, nr. 11 Svanur Páll Viljánsson, nr. 13 Bjarki Guðmundsson, nr. 14 Daði Steinn Reynisson, nr. 17 Elías Bóasson, nr. 18 Guðjón Andri Jónsson, nr. 19 Þorsteinn Birkir Hjálmarsson, nr. 24 Andri Björn Ómarsson, nr. 44 Andri Þór Helgason, nr. 93 Arnar Birkir Hálfdánsson og nr. 47 Lúðvík Þorberg B. Arnkelsson. Þjálfari Frammanna er Guðmundur Helgi Pálsson, vonaraftar Hallgrímur Jónasson og Særún Jónsdóttir. Þá koma heimamönnum. Númer 1, Tómas
Tómas Ólason. Númer 31, Arnar Þór Birgisson. Númer 2, Andri Snær Stefánsson. Númer 4, Patríkur Stefánsson. Númer 9, Igor Kokrianski. Númer 14, Sverri Andrés Jakobsson. Númer 15, Friðrik Svavarsson. Númer 19, Kristján Orri Jóhansson. Og númer 20, Róbert Sigurðsson. Númer 22, Sigþór Árni Heimisson. Númer 23, Brynjar Örn Grétarsson. Númer 24, Bergvin Þór Gíslason. Númer 32, Daði Jónsson. Númer 88, Mynd Ágæst Dunsius. Númer 18, Arnór Gylfi Finnsson. Númer 16, Bernhard Anton Jónsson. Og númer 13, Arnór Þóri Þorsteinsson. Þjálfari Akureyrar Ingimundur Ingimundsson og honum Guðmundur Daði Kristinsson. Dómarar leiksins Anton Gylfi Pálsson og Jón Karl Björnsson. Þetta er allar til sviða sitt lið. Mér sýnist að Benni sé ekki... Já, hann ekki hérna. Þetta var svo langur listi hjá Akureyri. Já, þeir eru með 200... Já, verið velkomin á skjánum móðundur. Leikur Akureyrar handboltafélags og Fram sem að hefjast núna hér. Þetta er bara must-win leikur fyrir bæði lið. Hjá Framurum, við rennum rétt yfir byrjunarliðið þar, þá mun hann vera númer 16, Viktor Gísli Hallgrímsson sem mun byrja í markinu. Hann er vanalega að vera að starta í markinu af þeim og í hægra horninu við byrjum þar, þá er Þorgeir Bjarki Davíðsson sem byrja þar, Arnar Birkir Halldórsson í hægriskiptunni. Bjartur mun spila þrist hérna í vörninni með honum Sigga og svo Þorsteinn í bakgarðinum og þá er það, já, Andri Þór Helgason í horninu. Svona nokkuð típist byrjunarlið hjá Framurunum. Á Akureyri þá er Andri sem kemur í hornið, hérna á vinstri hornið, Beggi vinstri skiptu, miðja. Við ákvæmst hægriskiptunni, Krissi fyrir hægra horninu og Frikki á línunni, Tómas í markinu. Þetta er hefðbundna starting á Akureyri. Já, Akureyri byrjar hér í sókn. Já, Beggi upp. Sissi nær að koma sér með 1-2. Já. Allar nærbrjóð á hann var uppkast. Já, dómarinn er Arnar Gylfi Pálsson og Jón Karl Björnsson. Þá verður ekki minna á svona skóna leik. Það eru Skrif og Sissa. Það taka upp fyrir það. Það er bara Bjarki kemur á línuna og með Akureyri þá er það Sverri og Robby sem koma inn í vörnina í þrýstana. Já, auðvitað. Kemur Andri og horninu komin út með nýstíkana á Bjarki, en það er brot á honum. Bæði Robby og Sverri hann saman alveg
Öryggi með Bjartarna. Já. Þorsteinn. Reynir vísendingu, Andri kemst inn í sendinguna. Beggi kemur upp. Sendir aftur Andra, já. Það er litið gengur ekki út. Beggi klárar. Beggi nær að klára það. Ég held þetta var að vera búið. Og hann, Þorgeir fær gullspjald. Begga. Þetta var vel gert. Ég held að þeir væru aðeins að hægja þarna en tókst að klára það. Beggi skorar fyrsta mark leiksins. Ég myndi fá við hann í gangur í dag. Þorgeir fór hópinu núna og Robby hann að vera hékka aðeins í honum og fær gullspjald fyrir það og Tómas náði að vera skotið samt. Framarar með mitt mjög ungt lið og efnilegt lið. Þorgeir inn á horninu og hann skorar. 1-1, Þorgeir fyrsta mark Framara. Það er þetta miðina lögulega og hann er komin fram fyrir. Það reyndi Þorsteinn komið sendinguna myndaákast á fær flott færi en nýtir ekki og Bjartur fer yfir hinum einn og skorar og Framar með komið yfir 1-2-1 myndaákast var að nýta þessi færi hann er komið 1-6 metrana og Beggi nær var ekki alla vörðina og hann skorar af hann var gegn Begga 2-2 og Framar nei hann tók hann ekki miðunni rétt þau var að reyna á hann hraði miði en hann voru ekki konur á miðuna. Arnarbyrki með sitt fyrsta skot hér og það er í Tómasinn. Það er í öxlina eða var eða við andlit á Tómasi og enda einhvern veginn í öxlina á honum inn. Tómas ekki annaður. Arnar hana. Myndakast kemur á, myndasvæði hann með 1 og 2. Beggi fer, já, og það er bara í hann. Það er víti, Viktor varði en Þorgeir fór hann aðeins í hann. Hann og Arnarbyrki fór hann aðeins í hann. Það er Andri sem var á punktinn. Hvað gerir Andri? Jafnar hann leikinn eða hvað? Já, Andri alltaf öruggur. Bjart, já, nærinni og það er aukast. Robby náði að komast í sendingunum, braut á Bjart. Já, kemur Arnar, brot á honum, Beggi fær á gullspjald. Eitthvað aðeins í Arnari. Það komum við að vera duglegur á mæta hérna á Arnari og mætunum því að þetta er bestu flóknum deildarinnar og skotmaðurinn líka. En hann átti ekki að vera hausinn. Já, Sverrir fer inn hérna langt út með Bjarti. Já, komum út á línunni. Komum Terri reyndan, hann kemur aftur hér. Hendin komin upp. Kemur
kemur á Sigur með skot langt utan af velli. Tómas Ver, en það er að slá hans út í innkast sem Framararnir fá. Borgir var þarna mættur í pressuna að reyna að ná boltanum og Tómas að slá boltan. Hann endaði í innkasti. Arnar Björk með mjög góða fintu. En Tómas Ver og það er dæmt lína á afturringuna. Klauvalegt þar sem þeir voru einu í frákastinu. Það voru 2 afturringar að berjast um þetta frákast. Framararnir voru allir að bakka. Stórt steinn á miðjunni, reynir sinna djart, gengur ekki og Tómas hann slá hann aftur fyrir. Kemur núna á Beggi, Hlustagas. Sissi. Hann hótt á Krissa á Krissi. Nei, það er varið. Viktor Ver, en við fáum boltan, fór innkast. Kemur á bakgrindingar í Kærárhreyfinguna. Frikk kom músina á mikla bakgrindingar á Frikka hana og það er guldspjald á Bjart. Beggi með boltan í horn á Andra. Frekar þröngt færi og Viktor Ver. Og Akkurinn 2 hérna eftir, Framararnir að koma á og Þorgeir úr horninu og skorar, kemur yfir. Þannig að hann Þorgeir sér í kvöld, í dag. Gert að koma í kvöld. Myndakast Kristurinn og Halla. Svona að klára þetta. Leikmann nr. 9, Mattías Daðarsson, mættur hérna á miðjuna. Þorsteinn, aðeins að tala á Þorsteinn, búinn að vinna hann á 2 hringingar á Bjartskina sem það er mjög erfiðar. Getur að vera að lesa þær hringingar. Arnar Beggi kemur hérna á, Beggi brýtur honum. Blokkbörg hjá Begga. Skotið frá Arnari beint á markið og Tómas Verða. Þetta var mjög fast skot hjá honum en Arnari en því miður fyrir hann var Arnar beint á markið. Góð fimmta og Sissi og hann klárar þetta. Vel gert Sissi, kemur okkur yfir. Framararnir reyna aftur að taka hraðamiðin. Þetta er þessi annað þriðja skipti sem taka ekki hraðamiðinu rétt. Bjartur er aldrei á punktinum. Hann er aldrei... Við erum góðum hálfum metri frá. Og Róbert hérna að brjóta á honum Matta. Það kom inn í 2. hringina og var nánast búinn að vinna manninn en náði ekki að koma boltan frá sér. Kemur Ísland. Arnar með langasendingu yfir. Siggi með skot í slána. Sigur skot slána, já.
Boltinn endar í hóttinu á Krissi, Krissi gerir vel, klárar núna færið. Já, framarnir náðu að koma núna frá miðuna. Arnar hægir á. Þegar náðu að koma öllum í vörðina, þannig að framarnir ætla greinilega að reyna að keyra eins á akkurinn, það sem eru tvær varnarskiptingar. Þeir eru að reyna að hindra það að Sverrir og Robby komist inn í vörðina. Já, Andri, já, Inga. Beggi fyrir langt út í Arnar og endar aðeins aftan í hendinni og fær 2 mínútur. Beggi fær fyrstu 2 mínútur leiksins. Boltinn endar á Bjarki sem skýtur í spanna, upp á víti, óstáttur, hann fékk hann smá högg þarna, en dómarinn veit að það er fyrir nóg mikið serting. Mjög gott servi á framvörðunum. Haukur væri fyrir Kæró, kom sem matti bara með sendingun og sigur, sem sendir hann á Bjartsór og naðleitn á línunni. Finnist við á miðjunni á Gunnar, meðan Beggi út af. Tómas situr þá bara bekknum í smástund, svo. Já, Sissi tökur skiptinguna. Binni fær hann ástæðan rauðning. Já, Frikki þá þristunum og Binni núna í trittunum í vörðinni. Við náðum einhverjum varnarskiptingum, framandi komum á hratt á okkur. Við reyna línsið á Bjark, hann broti á honum og Frikki nær að koma og skipta fyrir Sverri. Já, Anton dæmir hann uppkast, Akureyri er ekki sáttir. Út í þauðkast. Tekur Arnar vildi bara undan að það skoti skorar. Það er orðið jafnt aftur í liðunum. Binni heldur áfram á miðjunni. Boltan. Arnarbyggir og inn í horn á Andra. Andri með sitt fyrsta mark. Andri búinn að vera öruggur í horninu við Framara í vetur. Kom úr Háká, uppfalinn á góðpæðinum. Jöfnulegur hornamaður. Já. Dagast fyrir þetta með 1-2 og fær víti. Karlmann fór inn í teginn. Þá fer Andri aftur á vítalínuna. Skorar aftur. Vel gert Andra, hann náði svo ekkert ósvöld fyrir að vitinu.
Já, Arnar Birkir með örguskot. Hann að hitna. Já, og óluleg miðja á Akureyringana. Robbi hafði hann lengan að senda á. Klifalegt. Frammanni á að tækja orð komast yfir. Þorsteinn kemur inn á fyrir sigur. Og Arnar með skot fram hjá núna. Arnar áhægir til að vera dálítið duglegur að skjóta. Hann með tækir ekki ef það fyrir að ganga illa. Og það á Bjartur og 2 mínúturnar hinum megin. Þeir eru ekkert ósvipað eins og Beggi hefur 2 mínúturnar sínar áðan. Spurning út af Akureyringar ná að nýta þetta eitthvað núna. Myndakast upp og sendur hann í hornið og Andri inn á horninu og já, Andri klárar vel. Edgar fyrir Andra. Og kemur nú 14 Davíð á línuna fyrir framarna. Nær hann að brjóta Arnari. Og Arnar með hörkuskot og boltinn á Tómas Veran í fótinn á Krissa. Já, það fór framvarið aðra sókn. Ná að spila þá núna Langarsson til þess að reyna að ná að inn manninn sinn. Kannski núna, en á kemur bara Arnar með skotið. Akureyringarnir eru ekki. Það er að ganga rosalega erfiðlega að taka miðuna en miðjan búinn að ganga erfiðlega á bæðum liðum. Já, myndakast upp og hann skorar. Ekkert myndakast. Framar með afturkonum með fullskipa lið. Víti, Þorsteinn Þórðarson sótti víti, endur aftan í skothendur á honum og það Sverrir sem var gullspjald. Andri á punktinn. Það spila betur vörn en þetta, það er eitthvað raunin leik. Andri skorar, setur hann undir löppuna Tómasi. Já, myndakast eru fílað sér núna. Það er ekki sett að skota hann í byrjun, en eftir það þá þannig að vera sjóðandi núna. Hann er 3 mörk og 4 skotum.
Öll mörkin komið úr Austökum, rut af 7-8 metrunum pluss. Það er mjög gott fyrir okkur. Og þarna framhaldin ekki náðan að brota á Arnarbyrgi sem tók skot en boltinn endaði í horninu á Þorkeri. En hún kallar búin að flauta. Við svæljum alltaf því. Akurinn komast inn í sendinguna, það var hann að senda hana á andar í horninu og það er framhaldin. Þeir náðu potan í boltanum, boltinn endur hjá Krissa í horninu. Og Daði svo kominn inn á. Það er hann að víti og tvær á Arnarbyrgi. Krissi voru á horninu, Viktor varði. En Arnarbyrgi braut á Daða þegar hann var að hoppa í frákastið. Mjög góð innkoma hjá Daða. Hann spilaði mikið hérna fyrir áramót, fyrstunum í vörninni. Aðeins dreigið núna á spiltíman eftir að Sverrir kom tilbaka fyrir að spila. Þá er hann Daniel mættur í markið. Að reyna að vera í vítið mót Andra. Andri hann skora inn fyrir tveimur, hvað gerir núna? Já, Andri knoppar hann. Flottur Andri. Daniel nefnilega átti hörkuleik hérna seinast í káamilinu. Þessi leikskuli mættust. Kom þá inn á og lokaði rammanum. Elías Bóasson kemur í hægri skutuna á hann meðan Arnarbyrgi er út af. Já, kemur Elías. Ljótur fætti á vörðina. Og Robby fær 2 mínútur. Dómararnir vilja hann að minna að þetta er hringing. Það kveikinu minna ekki að ekki hringing þess að hoppaði allur upp í loftið. Og lagðist eiginlega, minna hann að bara fara á liðina, lagst niður. Vitti alls ekki ánægð með þetta. Já. Jæmt á þannig liðum. Bóttin horfinn í Andra. Og það er varið, enginn í markinu á framönum. Beggi, nei, tók ekki skotið. Ákvæmst Stefán tók skotið yfir völlinn. Akkurinn voru ekki alveg nógu fljótið átt að sá því. Það var enginn í markinu á framönum hennar. Það er bara klókt að rækja smá tími í sóknina. Nú er Tómas út af hjá okkur, sem einu leiksókninu. Já. Beggi upp, reynir lífsendinguna, getur hann að frekar harkalega í gólfið. Akkurinn öskar hana, þetta er nákvæmlega eins og þegar Elías státt í gólfið á hann, en Anton er ekki á því. Við bara koma fúst inn. Nú reyna Akureyri eflaust að vera að nýta sér þessar síðustu 90 sekúndur áður en Arnarbyrgi kemur inn á skotinu. Á. Myndákast er hann í gegn, opnast galnast, beint úr aukakasti. Vörnin hann var sofandi, hérna Frikki var að fara að senda á Begga. Svona stóra leik, og bekkurinn hjá framvörðunum fær guldspjald. Aðstoðarþjálfarinn lét hann aðeins í sér heyra. Þetta myndi það ekki verið víti. Andri aftur á punktinn. Og Andri skorar fjóra markið því hér úr punktinum. 5 mörk Andra. Já, 80 sekúndur í manninn. Þorsteinn sendir hann á hornið og Andri fyrir horn og skorar. Akkurinn náðum að hreyfa sig nokkuð vel.
Var ekkert endilega besta færið, en Andri er góður skútarar og klárar svona. Það er þannig orðið jafnt áttur liðum. Okkur eru leiðum tveimur. Opnaði svona fyrir Drikka á línunni en ekki kom boltinn. Og dæmdi svo ólöglegur hann á línunni. Fram að taka það svo uppkast á vittu stað. Þarna var að galopið fyrir Frikka á undan. En hann sá hann ekki. Framar taka leikhlé. Guðmundur ætlar að taka aðeins og hressa upp á sínum mönnum. Þeir þurfa aðeins að auka í sóknarleiknum sér. Framarnir verið dálítið duglegir í sóknarleiknum í vetur. Búnir að vera farið nokkra leiki sem hafa verið að fara upp í bara hátt í 30 mörkin. Já, ef við förum aðeins yfir tölfræðina þá sjáum við hérna Akureyringarnir. Það var Andri með 5 mörk, Beggi 2, Jónsíus 2, Krissi 1, Sissi 1 og svo er það 2 mínútur á Begga og Robba. Ef við lítum svo á framarana nú fáum við að sjá það. Arnar er búinn að vera þeirra svona besti sóknarmaður, kannski skjóta alltaf mikið, 4 mörk og Andri búinn að vera öruggur úr sínum aukaskotum, 3 mörk, með Þorgeir með 2 og Bjartur 1. Svo Bjartur búinn að láta rekka sig út af einu sinni. Engar breytingar á mannskapni á frumvörunum eftir leikliðið. Hann aðeins að tala við mennina, biðja að breyta hlutum. Já, brotið þarna, Daði var guldspjald, hélt þarna Bjarti. Þetta vil meina að það hafi verið mjög ódýrt, mjög ódýrt guldspjald og þá fór klukkan ekki eftir og náði ekki að fara af stað hana hjá okkur. Húsinu. Já, Andri biður stúkunum að fá stemningu inn í gang. Enda mikilvægur leikur. Eins og sagði hér í byrjun, þetta er nánast bara mörg vinn fyrir bæði lið ef þú ætla sérstaklega Akureyri, þess að á Bjartur frá fallinu. Já, kemur Matti, ísvíkun á Bjart og að raukast, Daði náði að brjóta á honum. Það er kallaði Akureyringarna að vera þolinmóðir. Andri bendur tótt frá Andrana. Já, gott skot hjá Arnari maður, vá. Tók hann hana undir á skoti, alveg smurður niður í hornið á annarstunginni. Leikti stungina. Meiri þegar þótt að hérna Beggi og Daði voru að reyna hann að stoppa þetta, en svo örgur að það var ekki hægt. Já, kemur Beggi hérna, aukast. Já, Ditti lætur hann öskar hann aftur hérna, við fá 2 mínúturnar. Meina sé ekki að fá sama eins og hann Elías áðan. Þessi hringing sem þeir fengu 2 mínútur frá hann. Það sé ekki verið að dæma 2 mínútur á hringingum núna. Veit það ekki. Hefði fundist dýrt
Þetta er fínt á tæmingan hana. Já, kemur Beggi. Benn skrifa á Begga. Beggi tók hann að skoti sem við vinstur og skoraði henn. Kominn í skrefin. Og Bjartur verður á 4 línni. Og Bjartur klárar. Framararnir snöggir. Akureyringar reyna bara að snöggina á móti. Koma inn rætt á, en Ditti tekur leikhlé. Ekki að Framararnir búin að jafna. Skora hérna 2 mörk strax eftir leikliðið sitt. Þannig að greinlegt að þeir eru áherslupunktar sem þeir lögðu á. Þeir eru að virka eins svona eftir leikliðið. Já, eins og við sjáum kannski uppi núna, þá erum Akureyringarnir ekki búin að skora 3,5. Við erum samt búin að vera að búa til alveg færi, erum bara ekki að nýta þau. Já. Andri glukkur inn, reynir hann að senda ykkur á Krissa. En þetta er lína á Krissa, það er þetta brotið hann á honum þegar hann kom á hotið og Arnar kemur fremur honum yfir. Jók framarinn inn í Krissa þegar hann var hann í teginn. Ekki dæmt á það. Já, Beggi með skot, en Viktor Ver. Það mæði reyna hann á hljóti, reyna að skilja Krissa eftir. Boltinn endur í horninu á Andra og já, Tómas Ver í slanna. Fyrstu sem er í horninu á frákastinu. Og Beggi fyrir gegn. Og Viktor Ver aftur. Þjálfarinn á frömmurum, þetta er eftir skrefum, þegar það eru 4 skref. Beggi lappar hægt út á og upp á skiptunguna. Robby kemur á í skiptuna. Finnum út að setja í hendina, Akureyringarnir er búin að vera lengi að hans að gera neitt. Já, myndir þessu upp, Robby. Viktor Ver fór að robba en seinir aftur, en já. Inntakast var eini sem ákveðan aftur og hann náði fast fyrir sendinguna. Og Myndakast komið skot og skorar. Rómars Myndakast. Og endur þess að markaði fyrir honum. Náði hérna, jafnar. Bara 40. Framararnir hann allt og seinir. Það var frítt laus maður í horninu. Og Tómas Ver skotið frá. Reynir, reyndi langasendingu á Andra, hann sem gekk ekki upp allt og stuttur bolti. 13-13 í hálfleik samt. Þannig að það verður upp og niður hálfleikur í Akureyringum. Stutt aðeins niður undir lokin. En trúi ekki öðru en Ditti talan hann við sína menn og kom aðeins sterkar tilbaka. Við tökum okkur núna smá hlé fljótlega. Já, ætlum við að henda kannski í... Já, við skellum okkur þá bara í hlé, auglýsingahlé og bara skellum frá kaffipásu. Komum á vörum sporum.
gera hart og skart. Gómum síðan boltan af gömlum sið og gerum alveg drumum að. Upp í stúku allir stappar, standa upp og klappi senn. Bæjarstjórinn reynir að rappa og rokka fyrir sína menn. Akureyri, Akureyri, handbolti okkar fag. Akureyri, Akureyri, við eigum þennan leik í dag.
skjánum. Síðari hálfleikur að hefjast. Við ætlum að setja hérna í gömlu góðu tímalínuna. Hérna fáum við aðeins að sjá einmitt hvernig gangur fyrir hálfleiksins var. Hérna sjáum við einmitt Akureyringar byrja vel en síðan fer aðeins úr þessu. Hrynur aðeins botninn úr þessu eftir mjög góðan kafla hana kringum 10-15 mínúturnar og svo síðustu 5 mínúturnar voru Framarnir bara allt í öllu eiginlega. Já, þá síðarleikurinn að hefjast. Samkvæmt góðum vini okkar á MPL, honum Einari, þá voru hann Viktor með 9 bolta varða og Tómas 8. En ekki þetta sagt um markmunum í þessum leik. Já, Akureyri ætlar aðeins að breyta og Daði spila bakvörðinn núna. Kemur langt út á móti Arnari. Boltinn endar í horninu á Þorgeiri og hann skorar. Daði misti hana Arnar fram hjá sér. Arnar notaði reyndar hendina styðjast við í gólfinu og þyrfti aðeins að kvarta undan því. Þetta var bara dæmt aukast, hann væri búinn að lendur hana. Já, koma Akureyringarnir. Þessu klippir inn Binni og fari aftan í Binna og það er 2 mínútur og víti. Sigurður fær hann á 2 mínútur. Andri búinn að vera mjög öruggur á punktinum og hann ber þá bara áfram, heldur þar áfram. Skoraði 4 mörk á punktinum á fyrri hálfleik, 5 mörk í heildina. Og hann heldur upptökunum að hætti, auðvitað. Stálmúsin hún klúrar ekkert svona. Það er bara hannig. 14-14. Já, Daði tekur bara Arnar Birki úr umferð núna með reynfæri og Anton hérna stoppar. Daði var hann að notaði aðri hendina til að ýta aðeins í Arnar Birki og stoppaði það. Já. Bjarki kemur hérna út, opnar fyrir Arnar og Arnar bara beint upp í skot og Tómas ver. 9. boltan hjá Tómasi. Já, myndakast upp á Binna, Binni skorar næstingina, vel gert að Binna. Kemur Akureyringum yfir. Framarnir búin að vera með forskoti svona síðustu 8-9 mínúturnar. Þar undan voru Akureyringarnir að leiða. Framarnir leiddu á 55 og svo núna síðustu 9 mínútur. Já, opnast aftur í matta sem var skot í slána. Og Akureyringarnir að koma hérna, reyna að nýta síðustu 15 sekúndurnar áður mann kemur inn á. Loftur reyna að fljóta að skipta að Sissa. Daði alltaf líka að skipta á línunni. Akureyringarnir, já, og myndakast heldur og það er 2 mínútur á Mattías og víti. Svo finta hjá Myndakas og löppin var hann eftir hjá Mattías stakk hann aðeins löppin út og heldi hann að Myndakas. Daniel kemur þá í markið núna fyrir Framarna, reynir að verja. Hann er búinn að reyna eitt víti hér í dag, gekk ekki hjá hann þá. Hvernig fyrir núna? Já, Andri heldur áfram að skora. Auðvitað. Framarnir hafa ennþá einu færri. Þannig að þeir voru að nældir aðra 2 mínútur fyrir hinn maðurum var að koma inn á. Þá heldur Daði áfram að taka Arnar Birki brúr umferð.
Bjartur inni hann að blokka á Daða. Gekk ekki upp. Nær að koma boltanum Arnar. Sjáum hvað hann gerir núna. Hann kemur alltaf á. Já, nær að spila boltanum. Opnast allt fyrir Þorstein sem skorar. Þetta var ekki góð vörn hjá Akureyringunum hana. Allt og auðveld. Þannig að myndast allt og stór opna undir. Já, myndakast upp og skot í slána. Og hver nær boltanum. Binni stekkur á hann. Binni vel gekk að finna. Andri var að hlaupa eftir honum líka og Binni fer bara upp á og skorar. Þvílík styrk frá Binna. Hendir hann í rosalega fólk, stekkur á boltann þess að passa Andri náði honum ekki. Fór svo bara upp og skoraði. Skaut hann stönginn inn. Binni að koma sterkur í seinni hálfleikinn. Þetta við þurftum, framláð á fleirum leikmönnum. Já, Anton bendur hann á hraða, segir honum að passa sig. Þorsteinn upp og reynir línvíkuna, brotið á bæði Þorsteini og Danieli sem var komin á línuna. Davíði sem geði. Bjartur kemur á miðjuna. Þessi óhefbundni miðjulínumaður. Er einhvern veginn svona útileikmaður sem getur spilað hann alls staðar. Spilað til að mynda vinstra hornið Völsununum. Við höfum verið að fá að sjá hann hérna í vetur svo með framvörunum á miðjunni og línunni. Framarinn er alltaf konið á með splittskipalið núna. Elías Bóasson að gera sér ekki. Framarinn er að reyna að breyta hans til. Spurning hvort þeir að reyna að fá að hann inn á miðjuna. Þorsteinn sveinir hann í þessu, gengur upp og það er víti. Davíð sækir þetta víti. Það var Andri aftur á punktinn. Og Tómas ver en boltinn endar að beint í hongina Andri sem skorar. Það var rauninni fyrsta vítaklúður í leiknum en boltinn kom beint í hendurnar Andra. Það var pínu heppinn með hvernig að skoppa beint aftur á hann en gerði vel. Opnast allt hérna fyrir Binna. Opnaði svona. Hérna var að klippa mynd ákast, gerði það ekki. Og framarnir, komnir hann tveir fram í miðjuna, hann er að reyna að taka miðjuna. Hann er að taka hann aftur. Binni búinn að vera mjög öflugur hérna í seinni hálfleik. Daði heldur áfram að taka hann úr umferð. Framarnir taka það að taka markmann út og spila með aukamann. Þeir eru rauninni. Daði reynir að koma hans aftur núna. Nei, gekk ekki. Titti er að reyna að kalla á Daða, koma hans aftur. Daði heyrði það ekki, var alveg bara hugsa að loka á hann. En Davíð sækir aftur víti. Andri aftur á punktinn. Og Tómas ver aftur núna. En núna var ekki frákast. Það var ekki frákast í þetta skipti. Ég held að Akureyrinni breyti það núna á vörninni. Þetta alveg þetta í niður núna, þetta er framhaldurinn að þetta. Kemur Þorsteinn langt út og ánast aftur fyrir breytt á línunni og hann skorar. Sóknarleikurinn er gangið alveg rótilega vel núna. Og Daði kemur út og fer niður núna, það er taka markmanninn. Arnar vildi þannig að hann vildi minna hann að fara í andlitið á hálsinn hann á honum, Binni. Það eru enn einn línusendingin og hann endar inni hjá Davíð. Tómas hann varði boltinn léks áfram og Tómas komst á hendina á boltan. Hann var Davíð á línunni setti þarna, sem var mjög
Mjög öflugur núna á línunni eftir að koma inn, búinn að fiska hérna einhver 2 víti og skora nú hér. Alveg rálega reynd að ljóta svo mark leiksins. Tómas einmitt snertan held ég tvisvar eftir hann varðan. Boltinn var bara svo mikið snúningur á honum, hann endar inni. Já, Framar að þurfa að skipta treyju, hann Bjartur. Það var treyjan hans hefði eitthvað rifnað. Framarnir bara með nýtt sett á bekknum, ready. Það kemur akkurinn í sama kerfi áður, núna bara fór sem Binni. Jón Karl meina að Binni hafi verið búið með skrefin. Vel klárað reyndar, mjög vel klárað. Breytti hann til í kerfinu, fór hann að staðan fyrir að fara út til milli 1 og 2. Breytti hann og fór bara milli þristana. Sama kerfi aftur, Chris upp, sendur á Binna, hendin upp. Binni reyndi hann að línuslíkuna þess að gekk ekki, Andri komst inn í hana. Framarnir koma þá. Þetta minnkaði 1. Já, Krissi kemur hérna nær brotinu. Nær að brota boltinni. Já, Framarnir í mitt. Það að spila með hennan aukamenni tókminni svo Akurinn fara niður í 6-0. Og Arnar hoppar upp og skorar. Akurinn ekki nógu fljótir. Tómas þarf að vera aðeins sneggri núna ef Framarnir ætla að vera að taka þessa skiptingu. Hörkuleik eins og var við að búa. Já, Sissi kemst þarna nánast að koma í gegn. Mattías kemur í hjálpavörðinu og bjargar þessu. Góð vörð hjá Mattíasi. Já, Dungskildu upp. En það er varið og Krissi fær frákastið. Hann datt aðeins úr höndunum á Krista, þannig að náði hann aftur. Það var ekki. En hann náði aðeins betur í tökum á hann, hann hefði bara komið í dauðafæri. Sissi hann aðeins á darfið skrefin. En Binni með skotið stöngin á Kristin með frákastinu. Þá kemur Þorgeir inn í sendinguna bara. Og hann skorar jafnar, 19-19. Sissi kemur það út og Patti að koma inn á miðjuna. Þorgeir kemst aftur inn í boltan. Inn í þennan boltan. Rikki fór hann aðeins burtu með boltan. Framaðarnir þetta var 2 mínúturnar. Hefði mjög auðvitað ekki fengið 2 mínútur fyrir þetta. Framar á Daði fékk þá út. Framarnir koma þá með markmanninn inn á. Daði þetta þá aftur. Arnar reynir hann að sendingunni í hotni. Andri kemst fyrir. Já, reynir hann að línusningu sem endar í löppuna á Robba. Og Tómas ver. Og já, langt skot yfir Arnarvöllin. Já. Þorsteinn fór hann að náði slá í boltan en Andri, eins og hrækamur. Átti þennan stökk hann á boltan þegar Þorsteinn sló hann.
skorar. Þá kemur Beggi aftur í vörnina. Þetta var alveg niður 6-0. Og Tómas Ver, Robbi á frákasti og Bjartur brýtur á honum. Hann var hann að passa að framvarnir voru ekki með markmannin sinn inn á. Akureyringar voru ekkert að flýta þess að reyna að skjóta yfir völlinn núna eftir tilurinn svona hálf misheppnað þarna, en Andri var þarna til þess að bjarga þessu. Já, Andri gæst þarna fyrir sendingunum sem var að fara í horn á Krissa. Kom góð stimplun hjá Akureyringunum sem voru búin að vinna manninn. Andri náði að komast fyrir hornsendinguna. Já, Indokast upp, nei. Já, kemur hendin upp núna. Já, Akureyringarnir eru bara búin með sendingarnar held ég á eina sendingu kannski eftir, Patti reynir hann að skot. Það já, ég held ég merkja hann 2 sendingar. Nei, 2 sendingar. Beggi reynir hann að sirkusinn á Indokast sem getur ekki og löng sending á Þorgeir. Sem tekur hann laus á haus á Tómas, skorar, jafnar leikinn. Ekki að ganga að opna núna. Sóknarleikur Nafnýr var styrknu upp allt innu bara. Matti fer hann langt út og nær brotinu. Steig hann út fyrir punktalínu til að ná Indokast. Hendin kemur upp og það er var í háurninni hjá Bjarti. Nei, ekki hjá Bjarti, það var hann Sigurði. Framararnir að halda því áfram sem búin að vera virka fyrir þá. Markmaðurinn kemur út og spila með 2 línur núna. Elías Bóarsson var á hann inn og notaði hann fyrir 3 línumann. Það var alls ekki hans stað og það var ruðningur. Enginn í markinu. Hvað gerir Tómas? Er enginn að skjóta? Nei. Það veit enginn taka skotið. Viktor fær bara að koma í markið. Bæði hérna Tómas og Krissi fengu hann að tekja fara á skotinu, slepptu við báðir. Það er auðvitað að geta náð í. Já, hann kemur Sissi aftur hann á miðuna. Við mættur aftur í liðið sem byrjaði leikinu á Akureyri. Krissi upp, en Viktor Ver. Martin fór það annars tækir að komast aftur yfir í leiknum. Bottum breynir línsenguna, það gengur ekki brotið á honum. Já, og þá fyrir Þorsteinn og skorar. Já, og Akureyringarnir reyndi hann að koma það að miðju en virðist vera aðeins að hægja á sér á. Nei, Beggi reyndi hann að línusendingu, hengur ekki. Og Steinn skref á Mattías. Akureyringarnir ákvað að hægja á sér. Beggi hann reyndi að línusendingu á Robba sjá, kominn þar inn. Ditti skiljanlega ekki ánægður með síðustu mínúturnar og tökur leikhlé.
Svona 5 mínútur núna sem ekki búin að koma mark eftir að sóknarleikurinn gekk svo rosalega vel í byrjun seinni hálfleiksins. En núna, einmitt, síðustu 5 mínúturnar við erum mjög skrít hvernig sóknarleikurinn er alveg slokknað á honum. Spurning hvort við fáum að sjá Binna það aftur núna inn á í sókninni, hann var mjög heitur hérna áðan. Síðan náttúrulega þurfum við að reyna að nýta aðeins betur þegar framarnir eru með markmanninn úti. Við erum ekki að ná þessum skotum yfir völlinn, auðvitað mörkin. Þótt að framarnir séu frekar seinir í skiptinguna. Þeir eru að mjög oft en skotið hefur verið farið á framverðunum, búin að skjóta, en enginn búin að fara í skiptinguna. Við hefum bara reynt einu sinni að skjóta yfir allar völlinn. Endaði með marki á endanum. Já, Binni kemur í sóknina og við reynum að gera bara sama framarnir. Robby kemur inn á fyrir Tómas og Binni inn á fyrir Sissa og Beggi á miðjuna. Við spilum með 2 línur. Tómas sest aðeins á bekkinn. Andri leipar þá í skiptinguna, opnast pláss fyrir Myndogas og hann snýr hann inn. Já, endar það marka þessu úr komin í hana. Sendan á Þorgeir, hann nær samt boltanum og Arnar þá bara með gólskoti og skorar. Hann fyrir að loka hann á þessa hendi. Það er ekkert að koma neinum á óvart að Arnar var að hendi í skotið hana. Myndogas með góða fintu og fær vítið. Farið hann Jan og Andri þá mætir á punktinn. Getur jafnað fyrir Akureyringana. Stöngir inn hjá Andra. Hann fagnar eins og enginn sem morgundagurinn. Reynir að rífa stemningun upp í þessu liði. Og kemur svona stemning á pallana. Reynaði línustingana, gengur upp og Bjartur skorar. Og Akureyringar reyna að koma að snakka miðju. Já, boltinn hérna yfir. Framarnir ná að koma sér í vörnina. Kemur hendinu upp. Þetta á Andra að koma út af. Og já, nú þarf bara eiginlega að fara að koma skot. Binni á með skotið og Viktor Ver. Hann hægir á leiknum. Það er orðað niður. Jæja. Síðustu 9 mínúturnar koma hérna. Framarnir leið með einu.
bara tímabilið undir. Mikið spenna. Já, framarnir núna voru aðeins sneggri heldur en síðkastið og skiptingunni. Þannig að einhvern veginn á þá að fara út og brjóta á honum Arnari. Og þá Arnar enn eitt skotið. Framarðin verið byrjar að leysa núna þetta sóknarafbrigði sem við erum að reyna. Núna Naukamann, það virðist ekkert vera að ganga. Núna framarðin alveg búin að lesa þetta. Það er náttúrulega Andri sem er það út á þannig að þeir þétta alltaf yfir hinum meginn. Hending kemur upp og Binni á reyndi hann að senda eitthvað í horn á Robba sem gengi ekki. Á myndalga svona, já, broti á honum. En við erum ekki að ná neinum opnum núna. Myndalgas upp og hann á skot sem Þorgeir verið í innkast. Nei, er ekki Viktor verið í innkast þetta segja, ekki Þorgeir. Þorgeir var í horninu. Já, Beggi hann er inn hérna á snúningsmynduna, gengur ekki kom boltan í Binna, framann hérna á boltan. Þeir hægja á. Það verður klóksín, 2 mörk. Þeir að vinna með 2 mörk og við vinnum heim núna. Þeir runnu þarna við bekkinn, þeir voru að reyna að gera einhver skiptingu. Þannig að þetta markmann hafði hlutið í Arnarbyrki. Þannig að hann tapar og sett niður og hvílir sig. Þannig að Elías í skiptinu núna, kortinu upp og já, stöngir inn. Og Bjartur hleypur Frikka hana niður. Hann var að reyna að taka miðuna. Bjartur frekar heppinn hana, en hann hljóp bara beint á Frikka. Hann gæti ekki gripið boltan og tekið hraða miðuna. Á 3 mörk, 6 mínútur, Akureyringar þurfa að fara núna að auka aðeins hraðan, Sissi kemur aftur inn á miðuna. Sissi, já, léleg sending en það farið í skotin, já, farið í hendina á honum. Þannig að náðu hann í hendina á honum. Þessum sendingin var svona léleg. Á Myndalgas, reynir hann í ínstingu, gengur ekki upp og Andri kemur upp í hraðalöp fyrir framarna. Og Tómas ver. Spurning hvort að þessi varsla hjá honum Tómasi getur kveikt einhverju líf í svona leikinn vonandi.
Vandræðin eru þar. Það sést Ígor verið að gera sér reddi líka. Já, mynd ákast hérna Matti út langt út áttur brjóta á honum. Framarni fóru einmitt að fara aðeins svona aðkvist út og vera langt, fara frekar langt út, fara leið út á punktalínu með þessa 6 mínútur og það hefur fengið erfitt að skora en þá getur gólum orðin þegar myndar þessu upp og skorar og 2 mínútur á sigur fyrir hindum upp. Eitt hans í þessu. Það er kynna að vinna mannleik, Arnarbyrgi og Myndir. Já. Spurning hvort Arnarbyrgi er meiðst eitthvað nú alvarlega náðan því hann er ekki inn á Elías eftir áfram að vera skutinu þá núna. Boltinu þetta fyrir framarana þá og sóknirnar eiga til að vera lengri þegar Arnarbyrgi er ekki inn á. Það sé nokkuð ástæðan. Sverri komið núna í aftur fyrir þinn. Andri stekkur á hana bolta og Elías stekkur hana ofan á Andra til þess að passa að það geti ekki komið boltan frá sér. Framhaldið mitt með engan í markinu. Nú voru ekki passáttir með hann Elías hana. Það kemur Andri, vinna, myndákast fyrir á mitt 1 og 2. Fer aðeins inn í hliðina með hann, klárar færið. Minkar í 1 mark, 3 mínútur eftir. Arnarbyrgi kemur þá inn á. Nú eru allir að klappa í húsinu. Binni og Robin ná að brjóta á Arnari og hafa þurrka gólfið. Síðustu 2,5 mínútan því hann er hörku leik hérna. Akkur er búinn að ná að vinna sér aftur inn í þetta eftir að hafa við erum með mjög skellulega kafla hana á milli síðustu, hvað maður að segja, frá 15 og 25 mínútuna í seinna leik. Þannig að það voru 10 mínútur kafli sem skellur og Þorsteinn sækir vítið. Fyrir hana vel áfram inn og Krissi fer í hann brýtt frá honum. Og það er hann inn í teginn. Krissi er hann að meina að brotið hafi byrjað fyrir utan. Það er bara að raukast, en dómarinn stoppar það ekki. Og Mattías verður á punktu núna. Andri klúrar sér 2 vitum. Þá er þetta gátt að og hann skorar. Kemur sér 2 mörk. Taugar þarna. Akureyringar geta það ekki verið lengi svo. Þorgeir reyndi hann að stela boltanum. Andri verið inn á horninu og skorar. Já. Framarinn er þetta hægt að taka markmanninn núna, setja Auðmundsson. Inni fer núna aðeins út núna, kemur í hálfgerða 5-1 vörn á Arnarbyrgi. Og já, hann er að brjóta. Ditti hérna, við meina framann sé að frekar lengi að öllu. Þá kemur hendinu upp. Það voru frekar lengi að taka upp og Binni, nei, ekki, Tómas var þetta en boltinn enda Þorgeir sem klárar færið. Fer langleginu með að tryggja framönum hennar sigur. 2 mörk, 57 eftir.
Sissi vinnur fljótur, nei, broti á honum. Og Diddi tekur leikhlé. 41 sekúnda eftir klukkunni hérna í kálinu. Og Framararnir að vinna með 2. Tómas með vörslu frá Arnari, en boltinn dettur niður í hornið til Þorgeir sem klárar þetta. Diddi örugglega teknir upp núna bara eitthvað mjög frekar fljótt skot, reyna að fá eitthvað fínt færi og fara svo eflaust jafnvel bara í maður á mann. Eða þá hleypa bara einhverjum beint inn á markið. Þeir eru von á Tómas verji. Það frekar lítið annað í stöðunni. Viktor fékk hann nokkur vel valinn og horfðist hann frá í leiklíðinu. Hann var að fá einhverjar agalega skipanir þarna því hann held ég verið alveg lengur í markinu, mun ekkert fara úr bara teiknum og vera mjög hægur einmitt að koma boltan aftur í leik en hann myndi vera mark. Jú, hann ver hann. Já, hann leggst á hann. Hann leggst á hann fyrir. Já, einmitt. Vera lengi að koma í leik. Hann meiddist reyndar við að verja þetta skot. Og já, Matthías Gunnlaugur sendir aftur. Hending kom fóð upp. Hann sendi aftur fyrir miðju. Hending fór upp. Og Framararnir taka leikhlé. Það þarf kraftaverk hérna ef einhver að fá úr þessum leik. Unnendur hérna núna. Eflaust bara biður minn sinni menn að vera mjög klókir. Megi ekki missa boltan og engin heimskuleg brot en það fari ekki beint. Engin víti og rautt. Engin óuppbyrðið brot. Jæja. Sendur á og boltinn þetta aðeins, við vorum mjög lengi þessu. Frikki hann með skoti beint úr auðkastinu, skorar minnkar í 1 en Framararnir ætla sér ekkert að taka boltan bara. Þeir eru næstum miðan. Og hann kastar mjög rólega, hann Andri á markið og þeir vinna. Þannig voru Framararnir næstu 10 sekúndur að koma boltana bara til miðju. Flóki Framarar vinna þann leik. Þeir spiluðu þetta mjög klókt hérna síðustu mínúturnar og voru mjög hægir. Hægðu á þessu og tryggðu sigurinn. Hvað sagði Finnur hann er bara tíkið og mynda? Já, maðurinn leysi svo frömmurum, það var Arnar Jóhannsson. Við hann á miðuna, eftir að það var bönnum.
þannig fórum við sögur þá. En ég var kannski aðeins að renna yfir hérna sjá markaskornir á heimamönnum. Það var Andri með 10 mörk, Myndákars með 7, Binni 3, Rikki 2, Beggi 2, Krissi 1 og Sissi 1. Hjá frömmurunum þá var Arnar Birkir með 9 mörk, Þorgeir með 6, hægir af einhverjum mjög öflugri með þeim, Andri 4, Bjartur 3, Þorsteinn 3, Davíð 1 á línunni og Mattías og 1 hann á Víturum á mjög mikilvægum mómenti. Þannig að fáum við svo kannski smá tímalínuna mitt aftur. Akureyri byrja seinna hálfleikinn bara nokkuð vel, síðan kólnar hann einmitt. Kringum 10-15 mínútna markið þá skeður mjög lítið sóknarlega séð á Akureyringunum. Bara Martin á það að vinna sér upp smá hérna forskot. Já, það hérna einmitt. Síðustu Akureyringunum einmitt skora ekki neitt þannig að eiginlega nánast fyrir en bara það loksins 5 mínútur aftur eftir þessum síðuráleik. Þá loksins fyrir eitthvað ský í sókninni. Og það kannski bara ástæðan fyrir þessu tapi hér í dag. Ég og Stefán ætlum bara þá að þakka fyrir okkur. Hvetjum bara alla sem eiga möguleika á því að mæta á næsta leik sem á móti IBVF í Eyjum. Svo næsti leikur þar eftir á móti Stjörnunni. Síðasti leikurinn í deildinni. Það verður vonandi að einhver að keppa þá. Við kveðjum þá bara hér í dag allavega. Takk fyrir okkur.